Við erum komin á bæinn Syðra Skörðugil í Skagafirði. Þar hittum við Einar Eðvald Einarsson, bónda á stærsta minkabúi landsins. Fyrirtækið heitir Urðarköttur og við ætlum að fræðast lífið í loðdýrarækt á Íslandi. Já, Einar, nú hefur mikið gengið á í heiminum, en lífið samt í sveitum landsins, það verður að ganga sinn vanagang. Já, það bara þannig sko. Það stoppar ekki lífið í svona framleiðslueiningu eins og við erum með og það þarf að hirða dýrin og það koma hvolpar í heiminn og það þarf að sinna verkunum. Já, núna akkurat þessi tími þegar hvolparnir að koma í heiminn. Já, hvernig dagskráin svona þessa daga hjá þér? Við erum akkurat að sigla inn í það tímabil núna og þá felst kannski megin vinnan í því að labba búið mjög reglulega, alveg frá morgni til kvölds og fylgjast með læðunum sem að gjóta og reyna að færa þeim þá hálm og finna hvolpa sem kannski lenda út í búrinu og koma þeim inn í hita og hafa bara mjög gott eftirlit með öllu til þess að koma sem mest af ungviðin á legg. Nú þetta gríðarlega stórt, maður sér þetta þegar maður keyra hérna frá veginum að þetta eru stór og mikil hús og mörg dýr. Já, umfangið á þessu öllu saman, hver eru stærðarhlutföllin? Já, stærðarhlutföllin, í fermetrum talið, þetta eru 10.000 fermetrar undir þakki. Við erum með 3.500 læður, minkalæður og við vitum náttúrulega ekki alveg hvað við fáum marga hvolpa í ár en ég vona nú að það verði hérna í sumar svona hátt í 15.000 hvolpar pluss þessar læður. Þannig að það verði svona 18 til 19.000 einstaklingar á fóðrum í gegnum seinni hluta ársins. Og þeir eru búin að vera í þessu töluvert lengi, hvað, 39 ár? Það eru 39 ár, já. Faðir minn byrjaði með refarækt 1981 og það næsta árið þá 40 ár. Svo byrjuðum við með minkaræktina 1983. Ég tók við rekstrinum 1. janúar 2000. Þannig ég að verða búin að vera með þennan rekstur í 20 ár. Þannig að tíminn flýgur. En í allan þennan tíma, já, hvernig hefur þetta þróast? Hafa síðustu ár verið eitthvað erfiðari en önnur? Já, það sem náttúrulega kannski ein stóra sérstaðan við minkaræktina, það hvernig afurðasalan fer fram. Þetta framleitt án nokkrar framleiðslu stýringa víðan heim. Það verið að framleiða minkaskinn í og yfir 30 löndum. Það engin kvóta á framleiðslunni. Það hins vegar kröfur að hálfu upp á súsana ákveðin gæði og líka aðbúnað dýranna og velferð og stærðir á búrum og ýmislegt þess áttar. Þegar kemur síðan að sölunni á skinninu þá fer það fram við hamarshögg á uppboðum þar sem að kaupendur koma víðs vegar að úr heiminum og þá gildir bara að eiga skinnin sem í þeim punktum sem að seljast á hæstu verðu hverju sinni en þessi verð sveiflast mjög mikið. Þannig að það mjög erfitt að skipuleggja sér langt fram í tíman í þessu? Það hefur oft verið erfitt að gera rekstraráætlun í minkarækt og í þessi næstu 40 ár sem við erum búin að vera í bransanum að þá hafa náttúrulega verið bæði uppsveiflur og niðursveiflur. Þetta náttúrulega yfirleitt alltaf sama sagan. Það verður offramleiðsla í heiminum sem þá í kjölfar þess að verðin hafi verið góð á markaði, þá koma fleiri inn að framleiða. Markaðurinn yfirfyllist, verðin falla, einhverjir hætta og síðan fara verðin að síga aftur hægt rólega. Já, læðurnar, þær bera mikla ást í garð hvolpana sinna og það eitthvað sem þú verður var við hérna þessa daga. Já, sko, læðurnar alveg ótrúlega góða mæður og hvolparnir ekki nema þetta svona í kringum 10 grömm þegar þeir fæðast. Þannig að þeir eiga jú allt undir móðurinni komið og þeir geta ekki stjórnað líkamshittanum þannig að hún verður að stýra því. En það svona eitt af því sem mjög skemmtilegt við minkinn þegar maður að vinna með hann á þessum ástíma. Að það að upplifa einmitt þessa miklu móður ást hjá læðunum og hvað þær eru góðar við hvolpana. Þegar maður fer að hugsa þetta og vinna með þetta, þá áttar maður sig líka á því að læðan hefur ákveðin prinsip í þessu öllu. Til dæmis ef hún verður fyrir því óláni að það verður eitt hvolpur eftir út í búrinu hjá henni þegar hún að gjóta og hann kannski kólnar þar niður en hún kannski með hann að gjóta öðrum hvolpinn í kassanum að þá og hún kemur út og finnur hvolpinn kannski liggjandi henni í búrinu og þá hann kannski fann að kólna niður að þá velur hún ekki þann möguleika að taka hann og fara með hann inn í kassan þá einhvern veginn hann bara orðinn kaldur þá hann ekki með þannig eitt af því sem við erum að gera meðan á gotinu stendur það að fylgjast mjög vel með því hvort einhvers staðar verði eftir hvolpum og þá tökum við hann,
förum með henni í svona hitakassa, hitum það upp þannig að þeir fara aftur að hreyfa sig og verða bara ferskir og sprelllifandi. Komum svo með hann aftur til læðunar og þá tekur hún við honum aftur og gjarnan bara úr hendina á okkur þegar maður fyrir nógu rólega að því og þá hann bara að reyta fjölskyldin aftur. En ef við höfum sett að kaldan til hennar, þá hefði hann ekki fengið að vera með. Síðustu ár hafa verið erfið í minkaræktun og nokkur bú þurft að hætta rekstri síðustu ár. Þá setti alheimsfaraldur strik í reikningin á ári sem stemdi í að verða gott. En hvernig lítur framtíðin út? Er útlit fyrir bjartari tíma í minkaræktun á næstunni? Það er búið að vera svona óvanlega erfitt ástand núna síðustu 4 árin. Það var svo gríðarlega offramleiðsla þarna eftir 2010 sem náði hámarki hérna í kringu 2013-14 með tilheyrandi verðhruni á mörkuðunum árið þar á eftir. Maður væri náttúrulega ekki að taka alla þennan slag nema því að maður hefur trú á þessu. Í upphafi þessa árs þá var verulega búið að draga úr heimsframleiðslunni og í rauninni það magna skinnum sem á að koma á markað núna árið 2020 og það er undir því sem markaðsfræðingar telja að markaðurinn sé að afsetja á ári. Þannig að við bundum vonir við það að botninu væri náð og þetta færi núna að fara upp á við. En þá kom COVID til sögunar og fyrsta uppboð ársins sem átti að vera í Danmörku í febrúar. Það var að aflýsa því að kaupendur úr Asíulöndunum gátu ekki komið út af því að þá var COVID í hámarki þar. Og síðan átti að vera næsta uppboð í apríl, eða akkurat núna. Það gat heldur ekki orðið því að þá var COVID komið í hámarki í Evrópu og Danmörk meðal annars lokuð fyrir utanaðkomandi. Þannig að COVID er allavega að seinka þeim bata sem við vorum að sjá fram á að fá og nú verðum við bara að sjá hvert næstu mánuðir leið okkur en þessi COVID uppákoma hún er alveg klárlega að lengja það tímabil sem að við höfum verið að kljást við. Það var nú eitt að fá skinnaverð sem ekki var ásættanlegt, það er að segja dugði ekki fyrir framleiðslukostnaði en að fá svo bara ekki neitt, það er að segja að vara fari ekki, það er jú til að bæta gráan og svart. Þannig að þetta er óvanlega snúnir tímar akkurat þessi mánuði núna. En þið komist í gegnum það? Já, við allavega erum enn að og stefnan er að gefast ekki upp. En við verðum að sjá hvað tími leiðir ljós en við verðum að prófa að halda áfram. Það þýðir ekki annað.